Hingað er komin Halldóra Thoroddsen sem var nefnd hér áðan, handhafi Fjöruverðlaunanna fyrir skáldsöguna. Þetta er eiginlega svona eins og nóvela stutt skáldsaga sem að nefnist Tvöfalt gler. Og ja, Halldóra, þú ert að lýsa, hvað maður að segja, ástum gamalmenna. Ég er að því. Þetta er ástarsaga, gamalmenna. Og bara hún er sögð frá sjónarhóli þessar gömlu konu og sem að upplifi margt á bakvið gler. Já. Er áhorfandi, hún er ekki virkur þáttakandi í þjóðfélaginu. Gamalt fólk er það ekki, er dálítið hlutverkalaust í okkar samtíma. Þetta er auðvitað saga sem fjallar samtíma okkar og hún er sögð út frá þessari gömlu konu og ég leyfi henni bara að geisa. Já. Og mig langar að fjalla rof á milli kynslóða og þessa einangrun sem að við setjum bæði gamalt fólk í og börn í. Og já, svona minnisleysi ákveðið. Og það er þetta tvöfalda gler sem er einhvern veginn skilur þarna milli og sérstaklega eldra fólks og einhvern veginn samfélagsins. Já. En ég veit ekki, heldur einhverjum því ekki óþægilegt að sé verið að skrifa gamalt fólk ástóki sem að fer jafnvel og sefur saman eða eitthvað svoleiðis? Við lifum í svona samfélagi þar sem það er búið að setja það einhvern veginn burt, sko. Já, nei, það held ég nú ekki. Nei, við skulum vona ekki. Nei, við skulum vona ekki, því að fólk náttúrulega, þetta er nú svona, kannski ekki það sem stendur þau næst að hefja sambúð á þessum aldri. Nei. En þau eru einmannað og það er engum hollt að vera einn með hugsanir sínar. Já, og þetta er bæði mjög, finnst manni gott og viðkonulegt fólk. Þetta er nokkuð bara þægilegt fólk. Já. En sko, og þetta er bara hérna, þetta er samtíma saman saga hérna úr Reykjavík. Já. Og ég sett hana þarna á Lindagötuna. Þar er svo heppileg íbúð einmitt með útsýni yfir Róluvöll eða barnaheimili. Og þessi bæði elli og æska geta þarna horfst í augu og hún fylgist með krökkunum út gluggann sinn. En þú ert af þessum, maður verður bara að nefna, þú ert Thoroddsen og þetta er mikil skálda og menningarætt í raun og veru. Þarna eru fullt af fólki sem var að fást við skáldskap innanborðs. Mikið af skáldum, já. Það er amma Theodóra. Já, sem samdi Þulurnar. Og manstu eftir henni? Já, hún bjó heima. Í alvörunni? Já, stofunni. Hún fékk stærsta herbergið. Og hún var svona gömul, já? Hún var á tíræðisaldri þegar hún dó. Já. Og Dagur, bróðir minn, ég bjó með 2 skáldum. Og voru þau saman, Theodór og Dagur? Já. Það voru saman. Gamli og nýi tíminn. Já. En Dagur var náttúrulega ólíkindatól. Hann var óþekkur. Já. Hann maður hérna færði honum, hann svaf fram eftir og ég færði honum þykka rúgbrauðsneið með smjöri á morgnana. Hann var alltaf voða góður við mig hann Dagur. Ógulega blíður maður. En þarna voru kannski eftirreitur úr einhverjum partíum, Alfreð Flóki og Elías Mar og Ari Jósefsson og konur sem að ég held að fólk myndi ekki þekkja þó ég nefndi það en þarna, hann átti þarna herbergi í kjallaranum. Já. En svo er náttúrulega, sko, pabbi þinn var verkfræðingur, þekktur maður en það er mikil pólitísk róttækni í þessu fólki, alveg frá upphafi. Já. Skúli afi, hann var sósíalisti og kynntist þeim kenningum í Kaupmannahöfn, ungur.
og var auðvitað fátækur, ólst upp hjá móður sinni einstæðri og þeir bræður, þannig að hann kemur úr basli. Þó að hann hafi verið embættismannasonur en hann misti pabba sinn svo ungur. En lifir þessi róttækni áfram í þér, þessa fólks? Já, jafnaðar hugsjón, já, og réttlætis. Já, hún gerir það. Já, brennur í andanum. Já, sko, ég læt mig varða samfélagið og heiminn allan og mér líst ekkert á hann, satt að segja. Og anda þessu að mér daglega og þetta hefur mikil áhrif á mig, allt sem gerist í samfélaginu. Maður náttúrulega bara hjarðdýr í samfélagi og einhvers konar siðmenningu. Nákvæmlega, sem að stendur stundum höllum fæti fyrst manni. Já, og þetta náttúrulega bara kjörlendið sem að maður vill auðvitað hafa áhrif á og bæta. En tekst þér að, nú færðu þessi verðlaun og ég meina það hlýtur nú að vera gaman að fá verðlaun en tekst þér að lifa því að vera í skáldskap? Nei, ég hef alltaf unnið, ég hef kennt og ég séð börn, bæði í heilsdagsskóla og kennt og svo hef ég verið í umönnun með langveikum börnum. Nei, maður bara, ég ætlaði ekki að vera skáld, sko. Þannig að þetta hefur bara verið eitthvað sem þetta bara knúði á. Já. Svona frekar á gammalsaldri? Já, þú byrjar ekki. Gammalsaldri. Já, en við haldum bara endilega áfram. Já. Þakka þér að koma í þáttinn. Takk.